Það var heldur hryssingslegt veðrið, norðan rok og slydda þegar varðskipið Freyja lagði að bryggju á Siglufirði klukkan 1:30 í dag. En móttökurnar voru höfðinglegar. Skotið úr fallbyssu og fjöldi gesta á bryggjunni til að fagna komu skipsins. Eftir stutt ræðuhöld og blessunarorð steig forseti Íslands fyrstur gesta um borð í fylgd forstjóra Landhelgisgæslunnar og dómsmálaráðherra. Það eru 10 ár frá því gæslan tók síðast á móti nýju varðskipi og forstjórinn segir þetta merkisdag, bæði í sögu Landhelgisgæslunnar og öryggis- og björgunarmála á Íslandi. Þetta í raun fyrsta áþreifanlega skref íslenskra stjórnvalda til öryggis- og björgunarmála á norðurslóðum. Þannig að við sjáum gríðarlega mörg og mikil tækifæri í því. Við erum hér fyrir norðan land og hér eru siglingaleiðir að aukast og opnast og full og brýn þörf fyrir öflugt björgunarskip eins og þetta. Þannig að tækifærin eru gríðarlega mikil. Með heimahöfn á Siglufirði muni Freyja sinna landhelgisgæslu frá Vestfjörðum austur fyrir land á meðan varðskipið Þór með heimahöfn í Reykjavík sinnir suður- og vestursvæðinu. Og bæjarstjórinn í Fjallabyggð telur mörg tækifæri fylgja því að hafa heimahöfn varðskips í sveitarfélaginu. Fyrir utan alltaf bara mjög jákvæða umfjöllun sem skemmtilegt og þetta jákvætt á allan hátt. Þá snýr þetta því að við munum sjá skipinu bara fyrir góðum legustað með öllu því sem til þarf og svo verða klárlega í byrjun einhver afleitt störf sem snúa þá að vélsmiðjum og þess háttar og svo náttúrulega væntum við þess að í framtíðinni að þá munu skipverjar að einhverju leyti búa hér á svæðinu. Hér víst þótt löng sé nóttum jólin fleira að vinna en með og spinna. Þeim sem vilja vatn og skilja vaxa þúsund ráð.